Góðan daginn, ég heiti Vilhjálmur Magnússon og forstöðumaður Fablab Hornafjarðar. Í þessu myndbandi ætlum við að læra Tinkercad sem frábært þrívíddarforrit til þess að byrja að læra þrívídd. Við byrjum á því að fara í Vavran og við sláum inn tinkercad.com og þá komum við inn á þessa síðu. Ef við eigum ekki Autodesk aðgang þá þurfum við að skrá okkur, en ef við erum búin að skrá okkur í Autodesk þá förum við í Sign in og ég með Vilhjálmur M. Hornafjörður. Hér setjum við inn password, það sama sem við skráðum í Autodesk reikningin okkar. Það fyrsta sem opnast er verkefnaglugginn. Það eru auðvitað engin verkefni þar inni ef við erum að skrá okkur inn í fyrsta skipti. Inn á þessari síðu er yfirlit yfir allt það sem við gerum í Tinkercad. Við getum til dæmis skoðað gögnin okkar, við getum til dæmis breytt nafn, við getum eytt gögnum, við getum fjölfaldað þau og svo framvegis og framvegis. Skoðum aðeins hvernig til dæmis við getum breytt nafn. Ég smelli hérna á þetta tannhjól hérna. Ég get farið í Properties. Hérna get ég breytt nafn. Hérna get ég sagt smá lýsing verkefnið. Hérna get ég taggað það. Hérna get ég breytt prívatstillingunum, hvort að verkefnið sjáist inn á Thingiverse eða inn á vefnum. Þá er það public ef það allir mega skoða verkefnið eða opna það. Prívat þá er það bara fyrir þig. Og svo hérna leyfi. Cancel hérna. Ok. Ef ég vil fjölfalda það, þá smelli ég á þennan. Ef ég vil færa þetta inn í eitthvað annað verkefni, þá ýti ég á þetta, ýti ég á þennan link. Ef ég vil eyða þessu verkefni, þá ýti ég á delete. Ef við viljum halda áfram að teikna í þessu ákveðna verkefni, þá smellum við á Tinker this. Ef við viljum búa til nýja teikningu, þá smellum við hérna. Við erum líka með aðra möguleika í Tinkercad. Til dæmis er þetta að fara inn í ákveðin mót og hérna getur smellt á ef við viljum teikna Pokémona, Planters, Minecraft eða Fidget spinnera eða kubba. Þannig að Tinkercad er stundum sett upp fyrir ákveðina möguleika. Inn í gallerí er þetta að sjá ýmis verkefni sem aðrir eru að gera og eru þá open, public. Community er þetta að finna blogg og hjálpsendir og annað forritið. Í Learn þá er þetta að finna kennslumyndbönd. Mjög góð kennslumyndbönd. Í Teach er þetta að sjá hvernig skólar eru að vinna með Tinkercad. Frábær kennslumyndbönd hvernig nemendur eru að nýta sér Tinkercad. Ok, ég ætla að smetla aftur hérna á ikonið. Einnig er hægt að leita að verkefnum sínum hérna í leit eða öðrum verkefnum. En nú er þetta myndband að vera búið, en í næsta myndbandi ætlum við að fara inn í forritið og skoða okkur aðeins